daginn og velkomin í Silfur Egils. Nei, þetta heitir Silfur þessi þátt. Silfur. Já, hlaut að koma ég mismelti mig með þetta. En við ætlum að fjalla ýmis málefni í dag. Við förum dálítið vítt og breytt í þetta. Við fáum hingað Ragnar Þór Pétursson, hann grunnskólakennari, hefur fjallað mikið um skólamál. Við ætlum að tala við hann ástandið í grunnskólum, við talaðum kreppu í grunnskólakerfinu. Við ætlum að ræða gervigreind og ýmislegt því tengt við Ingvar Björnsson sem prófessor í Háskólanum í Reykjavík. Það talaðum að það sé að gangi yfir stór iðnbylting núna, þetta verður ýmsar hliðarverkanir bæði á vinnumarkað, en svo líka erum við að sjá byltingu varðandi upplýsingatækni og Facebook og samskiptamiðla og fleira. Við byrjum hins vegar hérna í pólitíkinni með ýmis mál og gestivinir hérna eru Smári McCarthy, Pírati, Lilja Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins, Svandís Svavarsdóttir sem þingflokksformaður Vinstri grænna og Haraldur Benediktsson, sjálfstæðismaður sem formaður fjárlaganefndar. Byrjum aðeins á, ég fer svona svolítið einu í annað í þessu, en við byrjum aðeins á samgöngunum. Það ekki reiði, finnum við núna og sérstaklega út á landi vegna þess að það skorið niður frá samgönguáætlun sem samþykkt núna í haust á tíma þegar menn eru alveg vissir að við þyrftum að vera að bæta í samgöngukerfið. Arion greining segir að vanti 23 milljarða í kerfið og ég heyri að reiðin ekki síst úr þínu kjördæmi, Haraldur, Norðausturkjördæmi. Þú ert formaður fjárlaganefndar, þú getur ekki verið sáttur við þetta. Nei, ég hef ekki sagt það. Við höfum haft samgönguáætlun núna sem þingið samþykkt í haust og það eðlilegt að fólk skilji það ekki, við erum nýbúin að gera áætlun og síðan rímar hún ekki við fjárlögin. Þannig að samgönguáætlun núna í umræðinu svolítið nakin að þessu leyti, þannig stórt gat á milli, líklega 9 milljarðar. Ég minni á að í fjárlagagerðinni fyrir áramótin þá stóðu nú með sérstökum hætti að fjárlagagerðinni, allir flokkar raun og veru saman. Já. Og við bættum 4,5 milljarði í frumvarpið sem hafði komið frá starfsstjórninni. Það samt 9 milljarða gat. Reiðin sem núna gengur yfir mjög skiljanleg því að það æpir á mann þörfin fyrir samgönguúrbætur. Og það þýðir ekkert að segja að við höfum áður haft samgönguáætlun sem ekki á fullu framkvæmd. Fólk segir bara, þetta gengur ekki lengur. Og það sérstaklega viðkvæmt ástand eins og Vestfjörðum, þar sem að menn eru búin að bíða í áratugi eftir úrbótum. Já. Og þannig að ég skil mjög vel hræðsluna og pirringin sem kemur fram, en síðan hefur það nú verið sagt að það ekki verið að bakka út úr því. Það í þessari stöðu sem Jón Gunnarsson að fann að tala fyrir því að reyna að brjótast út úr þessari stöðu með nýri nálguna og fjármagna samgöngur. Sem eru vegatollar. Sem eru til dæmis vegatollar. Já. Og ég held að menn verði nú að draga andann djúpt og hlusta á sem Jón Gunnarsson og fleiri að segja í þeim efnum. Vegna þess að við sjáum bara það að við erum að fá fleiri og fleiri bíla sem eru með annan orkugjafa heldur en þess að hefðbundnu. Við þurfum að endurskoða þess vegna, við erum að fá, þú ert að taka seinni þættinum fyrir þessa sjálfvirkni, við erum að fá sjálfkeyrandi bílar. Þannig við verðum að fara að hugsa þetta í grundvallaratriðum allt upp og nýtt. Og við getum ekki haldið áfram þessari braut sem við erum núna, þess vegna skulum við taka umræðina svolítið, meiri yfirvegun heldur við ekki. En verður þú ekki og þið að redda þessu gati í þessa samgönguáætlun? Þú þarf að tala um einhverja framtíma, verður bara ekki að taka þetta gat og loka því og standa við þessa framkvæmdir sem eru þarna á áætlunni? Ég sagði áðan, það hefur áður verið gerð samgönguáætlun sem ekki verið að fullu framkvæmt. Ég ætla ekki að útiloka það að ríkisstjórnin núna endurskoði fjárlögin fyrir þetta ár og við reiknum reyndar alltaf með því í fjárlagavinnunni í haust að ný ríkisstjórn myndi einhverjum hátt koma með nýtt fjárlagafrumvarp. Ég ekki að boða það, en ég bara minna á það að þetta í sjálfsins ekki niðurskurður, þetta var áætlun sem var lögð fram, veruleikinni síðan fjárlögin og fjárlögin að leggja áherslu á margaðar af þetta heldur líka samgöngur, við lögðum áherslu á heilbrigðismál og löggæslu og slíka hluti. Það ekki til endalausir peningar því miður. Svandís? Já, ég held að þetta sé nú að hluta til eða svona birtingarmynd þess þeirra ástæðu að almenningur hefur stundum enga trú á stjórnmálum. Ég meina það urðu þáttaskil þegar við sameinuðumst samgönguáætlun. Það greiddu allir í þingsal atkvæði með samgönguáætlun vegna þess að við litum svo á að það væri í raun og veru að ræða neyðaráætlun í mörgum skilningi vegna þess að við erum að fá hér alveg gríðarlega aukið álag á samgöngukerfið okkar og það virkilega þörf á því að bæta þar úr, bæði í nýframkvæmdum og viðhaldi og það eru svo sömu þingmennirnir
sem nokkrum vikum síðar draga sama seglin og segja þetta eru peningarnir sem við höfum. Þannig að við meintum ekkert með því sem við sögðum hér fyrir mánuði eða 2 mánuðum og vorum samfærandi í ræðum á Alþingi það að þetta væri eitthvað sem við þyrftum virkilega að bregðast við. Þannig að ég bara sammála því mati að það verður að loka þessu og ástandið bæði á norðvestursvæðinu og ekki síður á austursvæðinu þetta er bara mjög alvarlegt ástand og ef við ætlum að vera ferðaþjónustuland þá verður að vera gestgjafar með sjálfsvirðingu. Þannig að við séum ekki að dæla fólki inn á samgöngukerfi eða innviði sem að í raun og veru standi ekki undir nafni. Þetta er bara orðið alvarlegt og í raun og veru getur enda með stórslysum og gerir það því miður allt of oft. Og þannig að það að vera að ræða einhverja gjaldtöku inn í framtíðina hvað það sem að náttúrulega ekkert annað en notendagjöld. Þegar að við horfumst í augu við það að það er núna sem verður að grípa til aðgerðar í raun og veru óásættanlegt. Já, ég er algjörlega sammála þessu og sérstaklega vegna þess að það er nýbúið að samþykkja þessa samgönguáætlun, svo koma fjárlögin og hljóð og mynd var ekki saman. Og ég held líka hvað þetta varðar og þessa vegtolla sem er verið að ræða. Ég spyr, af hverju setjum við ekki komugjöld á? Ég meina ein af ástæðum þess að allt þetta álag það er út af aukningu ferðamanna og ég meina við þurfum stór aukið viðhald með allri vegagerð og öllu slíku. Við eigum að setja komugjöld á. Við eigum auðvitað að gera það og ég skil ekki af hverju það er svona mikið vandamál. Við getum farið í það hratt og örugglega, þá fáum við inn það fjármagn sem skortir. Og ég segi, þetta er næsta skrefi til þess að fjármagna samgönguáætlunina. Ekki vegatollar? Nei, ekki nema að það sé einhver önnur leið út úr borginni. Til að mynda, maður hefur verið að heyra það þegar að setja vegtolla bara hérna þegar við erum á leiðin út á land eða annað slíkt. Ég er ekki hlynnt nema að sé annar möguleiki í boði. Ég heyr ekki betur en að ráðherrann sést þegar þarna bakka með þessa hugmynd enda mætir hann andstöðu í nágrannasveitarfélögum. Og mínar áhyggjur eru líka svolítið þær að það er einhvern veginn farið á stað með einhver svona hugmynd en það er ekki búið að úthugsa það neitt verulega, það er ekki kynning á því og þá einhvern veginn lendir ráðherrann í vandræðum og við erum einhvern veginn komin í eitthvað svona einhverjar umræður sem skila engu. Ég meina það er ljóst við getum sett komugjöld á. Aðrar þjóðir eru að gera þetta er tiltölulega einföld og við viljum líka átta okkur á því að breytingarna sem eru búin að eiga sér stað á hagkerfinu okkar í gegnum þjónustujöfnun og alla þessa ferðamenn sem koma inn, það var afgangur upp á 260 milljarða. Ég meina aukningin bara í umsögum hagkerfisins sem eru að koma, auðvitað eigum að gera betur hvað þetta varðar. Smári, þú ert þingmaður í stóru landsbyggðar. Já, og ég líti mitt á svona vegatolla sem bara skatt á landsbyggðina, á fólk sem býr utan höfuðborgarsvæðisins sem þarf ofta að sækja þjónustu inn á höfuðborgarsvæðið. Þannig að svona vegatollar, þeir laga heldur ekki vandamál sem er það að í bara mörg ár og áratugi jafnvel er búið að vera vanfjármagnað samgöngukerfið. Svo núna, ég mitt sem nýlið á þingi á svolítið erfitt með að átta mig á því hvernig stendur á því að við erum aftur og aftur að horfa upp á að það einhvern veginn vantar samhengi milli þess sem er sagt að þurfa að gera og þess sem er ákveðið svo að gera. Ef við myndum kannski láta þetta fara saman og nú töluðu Píratar fyrir því þegar við vorum í þessari fjárlagagerð að það yrði full fjármagn í samgönguáætluninni en þá var sagt það er ekki til peningar. Það má ekki fara út í þessa vinnu. Af hverju var fólk þá að samþykkja þessa samgönguáætlun? Ég skil það ekki. Við verðum að fara að ná betra samhengi á þessu og samgöngukerfið út all land, bæði sérstaklega á Suðurlandinu kannski og fyrir norðaustan en ekki síst Vestfirði og já, algjörlega. Það er reynda svo óbúðslega mikið innbreiðar brýr, vantar vegkanta og svona viðlegukanta og svona. Þetta er ekkert það erfitt að laga þetta ef við náum bara í þessu peninga. Flest slísin eru nú líklega á Suðurlandi. Já, og þess vegna segi ég er alveg sammála því að taka upp. Það þarf bara að gera. Má ég aðeins segja þetta að það sem er líka alvarlegt að við erum að sjá, við erum með minni peninga heldur en var lagt upp með í samgönguáætlun. Og svo erum við með ráðherra sem að telur það vera sitt verkefni að ráðstafa þessum takmörkuðu peningum sem til eru með því að skera niður algjörlega og við tróg ákveðin verkefni eins og til að mynda Dettifossveg, Berufjarðarbotn sem að núna hefur verið í umræðu, úrbætur á Vestfjörðum, Snæfellsnesi og víðar, en skerða ekki á öðrum svæðum og þá kannski fyrir einhverja tilviljun á Suðvesturhorninu. Og þarna er hann í raun og veru að grípa fram fyrir hendurnar á þinginu og ég tel að hann mun ekki komast upp með það. Ég held að við þurfum þá að samþykkja nýja samgönguáætlun sem að gefur ráðherrunum umboð til þess að fara í tiltekna framkvæmdir, en það er ekki fyrsta skipti sem Jón Gunnarsson fer fram fyrir þingið. Það er ótrúlegt að hlusta á þessu umræðu hérna. Hérna samgöngur að það eru búin að gefa upp boltan, við verðum að fara að hugsa þetta með öðrum hætti. Og
bara höfum það alveg á hreinu, við sem að sátum nú í þingsalum og samþykktum samgönguáætlun, við vissum alveg að samkvæmt fjármálaáætlunum var samgönguáætlun ekki fjármagnuð, það bara hlustaði enginn á það. Það mun koma fjármálaáætlun núna inn í þingið núna á vordögum. Við skulum sjá hvernig samgönguáætlun meðhöndluð þar. Það mun koma ný samgönguáætlun. Og við verðum að gefa því gaum að við komumst ekki út úr þessari stöðu, við ætlum bara að halda áfram svona því að það kalla á forgangsröðun fjármuni til heilbrigðismála, menntamála og svo framvegis og framvegis. Það bara ekki til nóg af peningum. Annað sem ég vil bara benda á. Það lofa svo miklu. Ég bara segi og við erum mörg. Fyrir kosningar var lofa svo miklu. Samgöngumálum, heilbrigðismálum, menntamálum, það var bara lofað. Spurningu trúverðuleika. Ég ætla bara að segja það, við erum öll sammála það hér. Að bara fari ekki að komast á skrið, úrbætur í samgöngumálum og öðrum málum hér út á landsbyggðinni, á mun verða ginningargap hérna á milli Suðvesturhornsins og landsbyggðarinnar, því að þar erum við að keyra bara praktískt mál, við erum að keyra skólabörn okkur einasta degi eftir handónýtum vegum daglega í skóla. Það bara gengur ekki. Við þurfum að finna aðra lausnir á því að laga þessa vegi og við höfum bent á lausnir eins og við reyndum í vegagerð hér á síðastlinu sumri með smá tilraunaverkefni sem fjárlaganefnd síðasta þings lagði undir, þar sem við gátum skaffað ódýrari lausnir því að þetta veruleiki fólksins sem býr í sveitunum út á landi. En þess vegna segi það, akkur erum við svona smeyk við það til að mynda að setja á komugjöld. Ég meina þetta tiltölulega einföld í framkvæmd, aukningin á vegum og þessi aukna umferð vegna þessa, akkur bregðumst við ekki við? Komugjöld eða annar, við verðum að skoða þetta í heild sinni, við erum sammála. Það að tala nýja hugsun, að fara út í einhverja nýja hugsun. Jú, það fínt að tala að fara út í nýja hugsun. Hvernig væri að fara að hugsa þetta á þennan nýja hátt? Ekki sópa í það út á borðinu strax. Það að segja þetta, en það svolítið að gera þetta. Nú ætla ég að fara út í annar mál og það ég þarf að byrja þér, Lilja, þetta nú, þetta tengist en þetta ekki alveg sama máli. Það reyndar annars vegar það að menn að tala að Vogunarsjóður muni hugsanlega kaupa stóran hlut í Arion banka og það kannski hringir ákveðnum viðvörunarbjöllum. Svo eru líka fréttir það, þeir sem þið Framsóknarmenn hafi talað að ríkisstjórnin sé að sýna Vogunarsjóður mikinn skilning þess að verða funda með fulltrú Vogunarsjóða í New York. Hvað að gerast að þínum að því? Við settum, fyrrverandi ríkisstjórn, hún setti á framfæri eða setti áætlun losun fjármagnshafta í júní 2015 og þá í raun og veru var farið á stað með ákveðna áætlun sem hefur gengið eftir eiginlega fullkomlega síðan. Það að segja, kröfuhafarnir eru farnir út varðar slitabúin, þeir eiga þarna hlutu þetta í Arion banka en nú verið að tala það að við vildum forgangsraða þannig að þeir fengu ákveðið tækifæri að fara út í útboði Seðlabankans núna í júní. Hluti af þeim fór út en hluti af þeim ákvað að sitja lengur og reyna að bíða þetta af sér, bíða þáverandi stjórnvöld í raun og veru af sér. Nú verið að tala það að jafnvel að hugsanlega komast að einhverju samkomulagi við þá, en þeir eru komnir samkvæmt fyrri áætlun, þeir eiga að vera aftastir í röðinni, næst kemur að því að losa heimilin í landinu og fyrirtækin í landinu en ekki þessa kröfuhafa. Og þess vegna við að segja ekki breyta þessari forgangsröðun vegna þess að hvað ætlum við að segja við þá aflandskrónueigendur sem tóku þátt í útboðinu í júní á síðasta ári, hefði ekki þá verið miklu skynsamlegra fyrir þá að sitja. Þannig að ég segi, það sem við þurfum að gera núna, við þurfum að halda okkur áfram við þessa áætlun og við hefum ekkert að hvika frá því. Ertu hræddur að ríkisstjórnin sé á eitthvað þá að bregðast í þessu máli miðað við það sem hafa lagt upp með? Já, ég held að það eru kjöraðstæður til þess að fara í losun fjármagnshafta og við eigum að halda okkur við það, við vorum búin að segja við þessa aðila, ef þið takir ekki þátt í útboðinu, þá farið það aftast í röðuna og sitja á reikningum sem eru með, ef ég man, 0,5% vexti, en ef við ætlum að hleypa þeim framfyrir, þá erum við raun og veru að hverfa frá þeirri áætlun sem við settum upp og trúveruleiki íslenskra stjórnvalda, hann verður ekki sá sami ef við gerum. Þetta stórir aðilar? Þetta ég held að þetta í kringum, hvort þetta sé þetta rúmir 100 milljarðar og þetta eru stóru Vogunarsjóðanir sem enn eiga þarna kröfur. Já, Smári. Já, mér finnst allar fréttunar af þessu svona sölu vera svolítið skrýtnar. Það talað að selja þetta á genginu 0,8 sem hljómar fyrir mér eins og 20% afsláttur af aðgengi að eigið fyrir bankans. Og í rauninni þetta bara svona lítur svolítið út eins og sé verið að stilla upp fyrir svona nýtt Alþani-ævintýri
bara þessi endalausa sala á bönkum og Þú veit að þá er þetta bankasöluna. Já, en út af því að vogunarsjóðunir eru þarna ekki að koma inn bara vegna þess að það er rosalega gaman að eiga banka á Íslandi. Þeir eru að koma til að græða og einhvern veginn eru aðstæðanir orðnar þannig að þau munu græða. Ef maður horfir á gengi krónunnar gagnvart dollar þá sést það svolítið að núna er gengið í því, á því stíi sem að þessir kröfuhafar voru að biðja þannig að síðsliðið sumar. En þarna held ég líka varðandi svona framtíðarskipan Íslands fjármálamarkaðar. Við þurfum auðvitað að hugsa hann áður en við tökum næstu stóru skref og það er það sem við höfum verið að kalla eftir í efnahags- og viðskiptanefnd og ég lagði ríka áherslu á það núna þegar við vorum að ræða eigandastefnuna til að mynda ríkisstjórnin eða fjármála- og efnahagsráðherra hann birti nýja eigandastefnu uppfærða og er óskað eftir athugasemdum við hana og þar er í raun og veru tvennt sem kemur sérstaklega fram. Það er annars vegar hvað eigi að selja og hins vegar að það er hugsanlega miða að dreifðri eignarhald, en það er ekki dreifðu eignarhaldi, en það er ekkert rætt heyrðu, hver á stærð þessara bankakerfis að vera. Við heyrum það alls þar, bankakerfið er of stórt, getum við ekki hagrætt betur, getum við ekki hugsanlega lækkað þá þjónustugjöld, lækkað jafnvel vaxtakostnaði þar sem verið að rukka íslensk heimili og fyrirtæki í landinu. Mér finnst að öll þessi heildarskoðun, við eigum hann alveg eftir, við megum ekki gleyma því að við erum í raun og veru svona tiltölulega nýkomin á þennan stað sem við erum í dag, varðar fjármálakerfið, vegna þess að Íslandsbanki hann kemur náttúrulega ekki til ríkissjóðs, það er ekkert svo langt síðan. Við erum í einstakri stöðu til þess að hugsa þetta upp á nýtt og við eigum að gera það og það er í raun og veru að mynda svona þverpólitísk sátt í efnahags- og viðskiptanefnd að löggjafinn taki þetta svolítið að sér, óski eftir ákveðnum upplýsingum að við förum í þetta með skipulegum hætti og spyrjum þessara kritísku spurninga. Hvað finnst þér þá að fara að selja vogunarsjóði stóran hluta í stærsta banka Íslands? Slitastjórn Kaupþings náttúrulega á þennan banka, ríkissjóður á 13% í þessum banka, þannig að þeir ég er mjög skeptísk á það vegna þess að mér finnst í raun og veru þú ert komið með svona ríkjandi eða ráðandi hlut, það er vogunarsjóður sem á í þessum banka, hann slá viðkomandi aðilar eða eigendur þeirra svolítið tónin fyrir það sem koma skal á íslenskum bankamarkaði. Og ég bjóst reynilega við því að það yrði gengið frá þessu öllu í vikunni, en ég segi reynum svolítið að sjá svona hvernig við viljum sjá Íslands bankakerfi inn í framtíðina. En þú vilt ekki að þessi sala gangi í gegn? Nei, ég meina Það er líka merkilegt að við erum að tala sölu upp á hugsanlega 90 milljarða, það er talað sem ég sá og sko hversu mikið er þetta eins og borgunarmálið að þessi nýju eigendur muni fá allt kaupverðið tilbaka í arð bara á örfáum árum. Nei, það er alveg hætt á því og ég finna kannski er það eitthvað sem að fólki finnst í en mér finnst það eins og það sé verið að selja þetta allt saman með afslætti. Ég verð að taka undir það sem að Lilja segir hér það að það er einstakt tækifæri til þess að ná utan þessar stóru spurningar og það er mjög furðulegt í raun og veru að leggja upp með hlutina í svona rangri röð að það er að segja að fara að leggja upp í sölu áður en búið er að kortleggja það hvernig við viljum hafa þetta og mér finnst áhugavert að þingið skuli vera og efnahags- og viðskiptanefnd í raun og veru að taka málið til sín vegna þess að það skortir forystu fyrir málið. Er þingið að taka málið af stjórninni? Ég get ekki séð betur heldur en efnahags- og viðskiptanefnd sé að eigin frumkvæði að fara að kalla eftir því að fara í stefnumótun í þessum málum vegna þess að ráðherrann eða ríkisstjórnin er að vinna hlutina í undarlegri röð svo ekki sé fastur á orði kveðið. Sporin auðvitað hræða þegar við erum að tala banka og sölu og svo framvegis og það að vera með þetta allt saman undir í einu virkar eins og hálfgert outlet og ef ég kann eitthvað í pælingunum frambúð eftirspurn þó ég sé ekki eins og góð í hagfræði eins og Lilja að þá hefur það auðvitað áhrif líka á það hvað fæst fyrir það sem verið er að selja. Þannig að við þurfum að vita hversu stórt hlutfall á þetta að vera hagkerfinu í heild, hversu marga banka viljum við hafa og svo framvegis það er núna sem við tækifæri til þess. Ætlum við að skilja á milli viðskiptabanka og fjárfestingarbankastarfsemi, hentar það okkur og svo eigum við líka að leiða þetta líka svolítið að þessum aðstæðum sem eru hér á Íslandi. Vegna þess að við lentum í risastóru fjármálaáfalli hér, þannig að við þurftum að endurskipuleggja allt og nú erum við komin á svona nýjan skurðpunkt og við þurfum bara að vanda okkur. Þetta er náttúrulega mjög góða punktur, það er þetta hvort að við eigum að skilja þarna á milli fjárfestingarbanka og viðskiptabanka. En áður að við getum tekið ákvörðun það, þá þurfum við að fara mjög gaumgæfilega yfir þetta og mér líst í raun að vera mjög vel á það sem við erum að heyra í efnahags- og viðskiptanefnd að við séum að taka málið svolítið svona til okkar og kalla eftir ákveðnum upplýsingum, hvernig við ætlum að gera þetta og ég held líka til þess að ná svona ákveðin sátt á Íslandi, þá þurfum við að gera þetta með þessum hætti. Löggjafinn þarf að taka að sér miklu stærra hlutverk í þessum
stóru málum. Svo má líka nefna það að Katrín Jakobsdóttir var að mæla fyrir máli aðskilnað bankastarfseminnar í síðustu viku. Þannig að nefndin komið með þingmál til umfjöllunar líka til viðbótar við annað sem hún að skoða aðskilnað viðskiptabanka. En liggur eitthvað á þessu að selja þann banka? Nei, við erum með fjármálastefnu næstu 5 ára til umfjöllunar í þinginu og kjarnin í fjármálastefnun að við þurfum að losa ríkissjóð við fjármálafyrirtækin og losa eignir þar til þess að koma ríkissjóði í þessa stöðu að geta borgað niður skuldirnar og við getum aftur að fara að láta ríkissjóðin virka. Þetta er ekki eigendastefna, þetta er sölustefna, þetta er seljandastefna. Nei, má ég bara aðeins, það væri óa gott að ég fengi smá tala. Nú færðu þú tala, já. Til þess að fjármálastefna gangi eftir, þá höfum við rætt inn í fjárlaganefndinni og ég tek eftir frumkvæði efnahags- og viðskiptanefndar líka. Þá þarf að vera traust á þessu upplausnar ástandi, þegar þau leysum upp þessi eignarhaldi á fjármálafyrirtækjunum frá ríkinu yfir á einkamarkaðinn og þá verðum að ganga þá þannig frá því þannig að þetta gangi upp, þannig að fjármálastefna gangi upp og það þarf að vera traust á því hvernig við seljum bankana. Og þar höfum við mikið verk að vinna í þinginu. Hvernig ætlum við að skapa traust á því? Ég spái því að þegar við afgreiðum fjármálastefnuna út og fjárlaganefnd þá munum við vilja hafa ákveðna skoðanir því og það er svona kjarnin í því að við getum samþykkt fjármálastefnu til lengri tíma, hvernig við ætlum að standa bankasölu og slíkum hlutum. Annars sem við höfum líka rætt til mikið inn í fjárlaganefndinni varðandi fjármálastefnuna er síðan bara vaxtakostnaður ríkisins. Nú er ríkissjóður mikið skuldsettur en kannski ekki svo óskaplega mikið skuldsettur með aðra ríkissjóði en ber gríðarlegan fjármagnskostnað. Og þá er það vaxtastigið sem Lilja nefndi hérna áðan og þá þurfum við líka að þora að tala allar hliðar á því vegna að það er eitt hlutur sem ég finnst aldrei fá fókus í umræðu vaxtastig. Það er þessi ávöxtunarkrafa sem við gerum í íslenska lífeyrissjóði. 3,5% ávöxtunarkrafa sem við gerum í íslenska lífeyrissjóði. Já, við höfum dýrt bankakerfi, það kostar í vöxtum. En hvað kostar okkur þessi aðferð að ávaxta lífeyrissjóðuna með þessum hætti sem við gerum og gera þessa háu ávöxtunarkröfu? Þetta verðum alltaf að hafa upp á borðanum þegar við ræðum framtíð fjármagnskostnað ríkisins og heimilana og síðan þessi hlutir, hvernig seljum við bankana, þannig að fólkinu líði vel með það. Það verður oft verið rætt þessa vaxtakröfu, ávöxtunarkröfu lífeyrissjóðanna og hún stendur nú alltaf eins og hún sé bara klöppuð í stein. Þetta er eitt af því sem við viljum líka láta skoða og ég held líka bara hlutverk lífeyrissjóðanna í nú heyrum við að lífeyrissjóðanna sé hugsanlega að koma inn og þeir eru kannski þeir aðeinslega sem getur komið og keypt banka. Hvernig lítur það allt út varðar eignarhald og hvernig munu þeir fungera á íslenskum bankamarkaði? Mér finnst bara að við höfum að fara yfir þetta núna, fara í þessa vinnu og við höfum að ráða til okkar mjög færa sérfræðinga en að þeir skulu vinna með þinginu og taka svona næstu skref í samræmi við það. Það er vettvangurinn, við þurfum að ræða þetta í þinginu. Sko, íslenska krónan, förum aðeins í hana, styrking krónan, hún er orðin mjög sterk og nú er bara gaman að vera Íslendingur í útlöndum og kaupa hluti frá útlöndum og vera á netinu og kaupa alls konar og fara bara til New York og eitthvað svona. En sko, svo er aðrir sem segja að við séum komum á stig, það er því ofris og við þurfum að grípa inn í þetta og þarna séð einhver fasi sem lendum alltaf í. Já. Þurfum við að grípa inn í krónuna, inn í þetta? Ég sagði áðan og við litla vinseldir í þessum þætti að við eigum ekki peninga fyrir öllum hlutum og þá var því mótmælt hérna við eigum miklu peninga en grunnur af því er ábyrg ríkisfjármálastefna. Það er svona einn af þeim hlutum sem þurfum að hafa í lagi. Krónan er fyrir atvinnulífið okkar orðin og sterk, segi ég. Við erum fann að sjá ýmis vandamál, hvort sem við erum að tala sjávarútveg eða landbúnað eða aðra hluti, aðra anga atvinnulífsins, en hagfræðin segja okkur þetta mun einhvern tíma leita jafnvægis en ég veit ekki hvort við höfum alveg þolinmæði til að býða. Stundum hefur líka leita jafnvægis með mjög hörmulegum afleiðingum. En það sem við skulum hins vegar svolítið líta á að þessi styrking krónunnar núna, hún er drifin áfram af þjónustujöfnunum, áfram af ferðaþjónustunni og það hefur átt sér stað algjör kerfisbreyting okkar hagkerfi á síðustu 5 árunum vegna þess að ofboðslega innstreymi sem er að koma inn og þess vegna er krónan að styrkja svona mikið. Samhliða því hefur Seðlabanki Íslands verið á markað og keypt að minnsta kosti 400 milljarða til þess í raun og veru að setja inn í forðan okkar, þannig að við höfum svona öryggisventil. En þannig að þetta er í raun og veru bara hagkerfið er þetta svolítið svona að taka völdin af bara þessi kraftu sem er í því. En við erum ekki eina hagkerfi sem hefur verið í svona stöðu. Til að mynda varðandi allan olíuauð Norðmanna, þeir settu á stað
olíusjóð til þess að reyna að koma í veg fyrir svo kallu hollensku veikina og ég held að við séum auðvitað svolítið á þessum tímapunkti sjálf og þess vegna hef ég og Framsóknarflokkurinn verið að tala fyrir því að setja á laggirnar ákveðin stöðugleikasjóð, að reyna að taka úr umferð ákveðið innflæði og ávaxta því jafnvel með hærri ávöxtun en gjaldeyrisforðann þannig að við getum einhvern veginn náð einhverju auknu jafnvægi þannig að þær atvinnugreinar sem að verða ósamkeppnisfærar til að mynda eins og sjávarútvegurinn, litlu fyrirtækin út á landi, það koma póstar til okkar, hægri vinstri, þau segja bara ef evran fer í 100 þá er þetta bara búið og þetta verður við að hlusta eftir þessu og það er ekki bara, það er líka auðvitað ferðamannaiðnaðurinn eða ferðaþjónustan sem lendir í vandræðum og við þurfum núna, bara þú veist, það eru mjög spennandi tímar vegna þess að þetta er ákveðin velgengni en við megum heldur ekki einhvern veginn láta hana einhvern veginn, þú veist að ef við nýtum hana okkur ekki og erum skynsöm, þá fer ekki vel. En getum við gripið inn í þetta bara núna, bara við erum að sumu leyti búin að vera að gera það. Vormánuðum, já. Ég meina með þessum óbúðslegu inngripum Seðlabankans. Sumir segja að Seðlabankin hefði ekki verið á markaðinu þá væri krónan kannski 25 eða 30%. Já. Eitthvað hlýtur því að við reynum að stilla þetta af, sko. Það er náttúrulega, þetta er gott. Þetta er náttúrulega gott fyrir suma, ég meina kaupmáttur almennings eykst og okkur líður betur mörgum kannski. Ég held að það sem þetta er svolítið eins og piss í skóinn líka. Já, núverandi ástand krónunnar er bara svolítið afleiðing af því að það hefur ekki verið mjög svona skynsöm peningastefna hérna í langan tíma. Verðbólgumarkmiðin, jú, þau eru ágæt að reyna að halda verðbólgunni niðri. En flöktið á krónunni og nú þetta rosalega ris, þetta er að svona valda slæmum áhrifum á útflutningssíðuna sérstaklega. Þannig að, og reyndar til að tengja þetta inn í þetta með vaxtastigið, þá hluti af, sko, það hvað krónan er að styrkjast myndi kannski hafa minni áhrif ef vaxtastigið í landinu væri lægra, en þess að við erum að tala um 250 til 300 milljarðar króna á ári sem eru að fara bara í það að borga fjármagnseigendum fyrir aðgang að lánsfé. Og þá er ég að taka ríkið og almenning, bara fólk sem er að borga 100 milljarða og svo fyrirtækinu í landinu, þannig að allt saman komið. Ef vaxtastigið var aðeins lægra þá hefðum við kannski aðeins meira þol fyrir þessu sterku krónu. En hvort tveggja þarf að skoða. Og peningastefnan sérlegi, við ættum að alvarlega vera íhuga að binda okkur við einhvern annan gjaldmiðil með annarkvort lausum eða sterkum hætti. En svo snýr þetta svolítið að því að við leyfum hlutunum stundum að vaxa ofsalega hratt og það er auðvitað það sem er búið að gerast núna við ferðaþjónustuna og kannski þurfum við að huga því eins og ég nefndi áðan að setja upp komugjöld, aðeins kannski að stemma stíginu við þessu og aðtökast við höfum hérna. Já, ég ætlaði einmitt að nefna það sko að það eru náttúrulega augljós verkfæri sem við getum nýtt til þess að hafa áhrif á bara peningamagn í umferð og hvernig þessar hreyfingar eru allar saman eins og til að mynda komugjöld. Við gerum nú tillögu það núna í fjárlagaumræðunni að setja það inn bara fullum krafti. Við erum með allan umbúnað til þess að gera það. Bara að skattleggja ferðaþjónustuna aðeins meira til að... Já, ég meina það snýst líka að standa straumakostnaði sem að þarf að leggja út fyrir innviðina. En ég ætla að segja það líka bæði þetta mál og það sem vorum að ræða hér áðan bankakerfið, að enn og aftur þá heyrum við mjög lítið í stjórnvöldum, við heyrum mjög lítið í ríkisstjórninu þessi mál og mér finnst að ég eiginlega má til með að koma því að það urðu þau þáttaskil með þessari ríkisstjórn sem að hafa nú lítið verið rædd að ríkisstjórn Íslands hefur fundað að jafnaði 2 í viku áratuga skeið. En nú gerist það með nýrri samþykkt nýrra ríkisstjórnar. Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar hittist einu sinni í viku á föstudögum og lætur það duga að hafa sem sagt 50% viðveru í stjórnarráðinu en í alvöru tala þá endurspeglast það í svo mörgum málum að maður hefur það mjög sterkt á tilfinninguna. Það sé svona ákveðið svona máttleysi og áhugaleysi gagnvart þessum stóru viðfangsefnum. Það er fjarvera í stóru málum, það er fjarvera í þinginu, það er svona fjarvera í því að taka utan það að vera ríkisstjórn Íslands. Ekki það að ég vilji kalla eftir meiri viðveru, en ég er bara að segja að þetta er áhugavert í sjálfu sér og kallar kannski á það að þingið hafi ennþá meira frumkvæði í stórum spurningum. Það er náttúrulega margt stórt sem er að gerast þó að mann finnst það kannski ekki með við. Einhver svona geysilega ris sem hafa stundum verið hér í pólitíkinni, það kemur til dæmis skýrsla sem að sýni það að við erum alveg óðbúðslega langt frá því að það geta staðið við markmið okkar í loftslagsmálum. Og það er, sko, og það munar þarna 20% miðað við þennan Parísarsáttmála sem að, varst þú ekki undir? Jú, þú undirritaði Parísarsáttmála sem utanríkisráðherra, var það ekki? Það er svona, kannski ekki alveg eins og átt að vera. Það er verkefnina. Já.
Ég meina þetta risastórt mál og þetta ekki bara mál fyrir okkur á Íslandi heldur alla heimsbyggðina og það sem að ég hef kannski fyrst og fremst áhyggjur af í þessum efnum það að aðgerðaplanið verði of þröngt. Það að segja sko til þess að ná markmiði í loftslagsmálum þá þarf að vera loftslagsmarkmið í hverja einustu áætlun samfélagsins. Ekki bara einhvers konar loftslagsáætlun, heldur það þarf að vera í samgönguáætlun, byggðaáætlun, ríkisfjármálaáætlun, í öllum áætlunum hins opinbera og öll sveitarfélög þurfa að vera með sín loftslagsmarkmið og allar ríkisstofnanir þurfa að vera með sín loftslagsmarkmið og raunar líka aðilar á einkamarkaði. Og þar hefur Reykjavíkurborg til að mynda verið til fyrirmyndar með því að kalla stór atvinnufyrirtæki til að borðinu. Þannig að hver og einn setur sér loftslagsmarkmið í því skyni að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Við græjum þetta ekki allt með bindingu. En af hverju fer þetta svona, hefur þetta farið svona hjá okkur? Það var þannig fyrir 4 eða 5 árum, ég held að það verið 2012, þegar ég mælti fyrir fyrstu aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Já, það ekki laust í það og það var meira að segja fyrsta heildarlöggjöfin sem var sett í loftslagsmálum í minni tíð. Það var ekki til nein löggjöf með þennan málaflokk þá. Og þegar ég mælti fyrir aðgerðaáætlunni þá voru 2 sjálfstæðismenn í salnum fyrir utan félaga mína í VG sem að gerðu gís af því að við ætlum að fara að tala loftslagsmál þá. Síðan eru bara 5 ár, núna þetta orðið þannig sem betur fer að loftslagsmál eru á dagskrá allra flokka en það að það sé aðalmál, ég held að við eigum svolítið lengra í það en við höfum enga tíma. Haraldur? Já, ég sko að því að hún nefndi nú 2 sjálfstæðismenn í salnum, það var náttúrulega ósala freistandi að segja, já, við skulum skoða hverjir standa fyrir því að auka losunina hérna, en það bara gömul pólitík. Ég held að þetta sé verkefnið og ég tek undir sem Svandi segir að mörgu leyti það sem hún segir, við verðum að horfa á þetta í öllum málaflokkum, til dæmis í ríkisfjármálaáætlun. Þegar við í þinginu förum að vinna ríkisfjármálaáætlun í vor, þá þurfum við að spyrja ráðuneytin í hvernig ríma nú áætlun ykkar við markmið okkar með að draga úr losun. Þetta er stór verkefni. Ég hef fundið fyrir því og það var fín umræði í vikunni loftslagsmál og það er mikill og frjór jarðvegur í þingsalnum núna fyrir umræðu og Svandís var að nefna þetta með ríkisstjórnin og ríkisstjórnarfundin að ég vil nú líka bara í þessu sambandi að segja, mér finnst svolítið þingi bara að vera að taka sína stöðu og vera að styrkjast og ég held að það veri kannski meira þá þannig vegna þess að við með ríkisstjórn með nauma meirihluta þá mun þingið spila stærra hlutverk. En varðandi loftslagsmálin þá vantar okkur líka mikið að tækjum og tólum, það er að segja mælikvörðum og tómastokkum til þess að mæla þetta og vera meira meðvituð þetta sjálf og vita hvaða hlutverk okkar hvers og eins heimilis að þetta byrjar þar, það byrjar hjá okkur sjálfum og ég finn það bara bæði sem einstaklingur og sem bóndi. Mér vantar bara mjög mikið að skilja hvernig get ég beitt mínu búskap til þess að auka, gera búið mitt í jafnvægi eða auka bindingu. Það er fullt af hlutum sem við getum sótt fram í. Og það sem er jákvætt við þetta, það eru allir að taka þátt í þessu núna. Það var allir áhuga því að nálgast umhverfismálin með þessi nýja nálgun og loftslagssamningurinn, hann er svona leiðarljósi í þessu. En til þess að þetta eigi að gangu, þá þarf svona að vera svona ákveðið svona innlent eignarhald á þessari stefnu og við ekki bara að fylgja því eftir sem aðrir eru að gera, heldur setja okkur skýr markmið og auðvitað er það þannig að sú orka sem er verið að framleiða á Íslandi, hún er mjög umhverfisvæn, en við þurfum að gera betur og við höfum að taka boltan og þetta er svona eitt af þessum málum sem er svona þokkaleg sátt myndi ég segja á þingi. Sammál okkur hérna vinstri. Ég ætlaði bara að nefna, tíminn er hlaupinn frá okkur eins og þar segir, ég ætlaði bara að nefna eitt bara okkur, þetta var svona dálítið stutt inngripinn í þessi loftslagsmál, en það er brennivínið sem er til umfjöllunar í þinginu. Hvernig greiðið þið atkvæði í því máli? Mári? Sko, ég er í grunninn hlynntur því að bjór verið seldur í verslunum. Ég sé ekkert að því, en mér finnst þetta bara ekki gott frumvarp. Þannig að ég býst alveg við því að segja nei. Það er verið að gera allt og margt og það er verið að fara mjög óvarlega að hlutunum. Þannig að mér finnst líka þetta mál verið að taka allt mikið andrúmsloft eða svona loft út úr öðrum umræðum. Það er rosalega auðvelt að tala áfengisfrumvarpið en það er mjög flókið að tala loftslagsmál. Þannig að af hverju fá loftslagsmálin ekki meiri vikt í umræðinu? Ég var á móti þessu, bara að segja eitt mjög gott dæmi. Á miðvikudaginn þá eyddum við eiginlega öllum deginum að tala þetta frumvarp sem er í raun og veru með algjörum ólíkindum vegna þess að kostnaður samhliða þessum mun aukast stórlega ef þetta verður á lögum. En svo vorum við að ræða aðskilnað viðskiptabanka og fjárfestinga starfsemi kvöldið.
og fjármála- og efnahagsráðherra var ekki eins og í salnum, en þú veist, svona þingið skipulagt þessa dagana, allur dagurinn fór í þetta, en svo vorum við að ræða þessi stóru mál, framtíð bankakerfisins og hvernig við ætlum að gera þetta, það voru einhverjir 2 tímar á miðvikudagskvöldinu ef ég man það rétt. Svandís, hvernig greiðir þú atkvæði þessu máli? Það fljótlegt að segja frá því að ég mun greiða atkvæði gegn þessu máli, en svona í prinsipinu náttúrulega að ræða mjög stórt lýðheilsumál og mér finnst nú einfalt að fara þeirri ágætu ráðgjöf sem við fáum frá landlækni og fleirum, en það líka að ræða greiðlegt hagsmunamál fyrir stórverslunin í landinu og það eru þeir aðilar sem að mæla með þessu. Það eru Hagar og þessar stóru búðir sem eru náttúrulega byrjaðar að teppaleggja fyrir þetta mál sem ég tel að sé fallið í þinginu. Nú eru komið þrjá á móti og Haraldur. Já, ég margt spennandi þessu umræðu. Ég mun sjálfsögðu skoða málið og styðja það þegar kemur út á nefndinni. Það ekkert vandamáli. Ég skil ekki heldur vandamáli umræðinu því að þetta áfengi nú komið í matvöruverslanir við út land, sko, farið á Hvammstanga, þar það í búðinni, sem segir okkur það að það má alveg hugsa þetta upp á nýtt og þetta getur styrkt annar rekstur, þannig að ég er nú fylgjandi því að menn skoða þetta nú í kjölinn og hvað þetta tekur mikið pláss í þinginu, því ráðan og þingmennirnir meira sjálfur heldur en niður. En þú segir sem sagt já? Já. Jæja, heyrðu, takk fyrir, við höldum hér áfram með gervigreind og svo með stöðu í grunnskólanum. Nú ætlum við að tala hið stóra samhengi í hlutana, við ætlum að tala gríðarlegar byltingar sem eru að verða í tækni, gervigreind sem hefur áhrif á, mun hafa áhrif á vinnumarkað, atvinnulíf, líf okkar allra á það hvernig við notum upplýsingar, hvernig upplýsingum miðlað til okkar. Þetta eitt af stórum málum samtímans. Hérna hjá mér Ingvi Björnsson, prófessor í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík, velkomin í þáttinn. Sko það er talað að 4. innbyltinguna og milljónir starfa sem að getu tapast og að þessi tími vélmenna gervigreindar sé að renna upp kannski miklu hraðar en okkur orðaði fyrir. Já, það er viðbúið á svona næstu 2 áratugum og svo verði mjög svona stórtækar breytingar í hvernig við lifum og störfum og þetta er tilkomið meðal annars út af framförum í gervigreind. Það er sem sagt hæfni tölva og vélmenna til að vinna störf sem við mennir höfum hingað til verið að vinna. Og kannski það sem aðeins, nú hefur náttúrulega tæknin verið í stöðugri þróun, sko, árhundruðir saman og það sem fólk kannski aðeins óttast núna og kannski aðeins frábrugðið fyrir innbyltingum, að það hraði og umfang breytinganna. Heimurinn sem við lifum í dag orðinn svo stafrænn og vel tengdur að það tekur miklu skemmri tíma fyrir svona nýja tæknibyltingar að ná fótfestu. Og það þýðir að getur orðið sko gífurleg röskun og þetta skeður allt svo hratt. Og til dæmis voru þessi vísindamenn við Oxford háskóla í Bretlandi voru nýlega að senda frá sér skýrslu þess að voru að reyna að meta umfang til þessar breytingar. Og þeirra mati á næstu 2 áratugum munu tæplega helmingur, heldur 47% starfa eða þeirra starfsgreina sem nú í Bandaríkjunum munu vera sjálfvirknivæðast og í Bretlandi 35%. 47%? Það ekki verið að tala störf, heldur starfsgreinar. Og bara til að gefa smá svona tilfinningu fyrir umfanginu og hraðunum, við erum að tala 2 áratugi sem þetta og ef þessi spá gengur eftir þá náttúrulega ljóst að það muni mörg hefðbundin störf tapast en á sama skapi náttúrulega verða til ný störf og spurningin þá hvort okkur tekst að skapa störf jafn hratt og endurmynda fólk svo í þau störf og í öllu falli, hvernig sem það þá ljóst að verði mikil röskun. Hvaða störf erum við að tala með? Við heyrt talað alls konar og endurskoðendur og millistjórnendur og jáfnvel lækna og svo náttúrulega þessi störf eins og bílstjórar og fleira. Hvað erum við að tala? Og þetta kannski aftur aðeins sem svolítið frábrugðið fyrir innbyltingum, það sem voru fyrst og fremst framleiðslustörf sem voru undir. Þess að þú varst við verksmiði í færiband og varst að gera eitthvað og svo kom bara eitthvað svona í róbot og var að gera þetta. Hér erum við að tala að það líka þekkingarstörfin sem undir og þetta getur verið störf, ekkert endilega láglaunastörf, þetta getur vel mjög sérhæfð störf og raunverulega það sem ræður því núna, hversu auðvelt verður fyrir gervigreindina að taka yfir eitthvað starf, hefur svolítið að gera hversu mikið rútína starfið Þannig að störf sem eru til dæmis krefjast þess að þú ert að gera mikið sömu hluti þó að þessi mikið sérþekking sem liggur á bakvið það, að bara tæknin í mörgum
mörgum sviðum komin að það stig að tölvunar að verða jafn góður og færistu sérfræðingur á ákveðnum sviðum. Þannig að það eru svona ákveðin störf sem sko eins og endurskoðendur sem fellur inn í þetta, fólk sem að vinna með jafnvel millistjórnendur, þar sem verið að vinna mikið við tölur og passa að hluti stemmi. Og svo aftur annars vegar störf sem eru svona kannski meir ónefn fyrir þessu og það þá verið að tala þetta störf þar sem mikið mannleg samskipti og það mikil yfirsýn, umönnunarstörf og þess áttar. En það sem frábærið að þetta fer eiginlega á allan skalan sko á störfum sem liggja undir. En sko það hægt í þessu öllu að sko vinnuaflið tapir dálítið mikið stöðu sinni, þeirri stöðu sem vinnuaflið hefur haft og þá bara spurningin, tekst að finna ný störf fyrir fólk sem að missi störfið sem eru jafn góð og ef ekki, hvað á fólk þá að gera? Já. Þetta einmitt stóru spurningarnar og mér langar svona kannski að taka fram, það hefur verið að tala þetta voru mikið í svona einhvern hræðslu áróðri oft, hræðslu tón, en það í raun sko lífsnauðsynlegt fyrir okkur ef við viljum halda þessari lífsgæðum sem við höfum í dag að það verði mikil framleiðslu aukning. Það var einhver nágrannaþjóðin okkar, ég held að það hefði verið Noregur og var að reikna það út að ef ekkert myndi breytast og fólk náttúrulega að halda áfram eldast en ef tækni myndi ekkert breytast þá var hvert einasta starf fyrir lok þessar aldar væri þörf af því starfi tengda umönnun aldraðra. Þannig að það ekki sjálfbært sko, þannig að við þurfum sjálfvirknivæðingu, við þurfum framleiðsluaukningu. Þannig að við höfum að horfa á þetta hluti af þessu góða en það eru tækifæri en við þurfum að passa upp á þessu hluti sem þú nefndir. Það verður mikið röskun sem fylgir þessu og við þurfum að passa upp á það að þeir sem verða koma illa út úr því, það verður uppstokkun og sko framleiðnisaukningin með verða, við munum skapa fleiri verðmæti heldur en við höfum verið að gera hingað til. Og það verður til meiri verðmætasköpun en við þurfum að tryggja einhvern veginn að þessi verðmæti sem verður til að þeim sé svolítið jafnt skipt og það hefur verið bent á það að sjálfvirknivæðingin og það sem að færa svolítið valdi frá vinnuaflinu yfir til fjármagnsins sem þarf til þess að setja upp róbótana og það sko, þeir sem eiga það, sem fjármagni, það vel að segja, það vinnuafl og fjármagni sem þessu burðarstólpar sem hafa verið svolítið svona að berjast á í gegnum árhundrunin og nú verið að færa svolítið valdi þangað og þar svolítið hlutverk ríkisins að koma inn í og þetta nefnilega stóra pólitíska vandamál, hvernig bregðast við þessum þjóðfélagsbreyting sem viðbúið að fylgi svona tækniframförum. Kannski þannig að þinni ríku verði ekki bara ríkari. Já, akkurat og það nefnilega það sem hættan í þessu að auðurinn í meira mæli jafnvel en í dag samnist á færri manna hendur. Sko, nú hafa til dæmis Elon Musk sem nú svona tæknigúrú, Tesla maðurinn, hann segir að gervigreindin muni neyða okkur til að taka borgaralaun. Já, og meira að segja Obama, sem undir lok sinni forsetatíð, þá haft eftir honum að næstu 10-15 árum þetta orðið mjög mikið í umræðinni að borgaralaun og þá sem sagt hugmyndin að það ekki nóg störf fyrir alla og þannig að þá þarf ríkið að tryggja lífsviðurværi á fólksveikurshátt og mér finnst það svolítið út af því að nú þetta að fara að tala það hefur verið að tala þetta meira sig hér á landi og það svolítið verið að svona lítið hornauga þessar umræðu en þetta mjög þörf umræða sem á sér fullkomlega rétt á sér og það spurning þá hvernig fjármagnum við þetta og núna til þess að segja vinnustörf kom til að takast, við erum með ríkið með tekjumódel sem byggir mikið af tekjuskatti, fækka vinnustundum, það verður til róbótar sem leysa af mannshöndina eða skattleggja róbótarna og Bill Gates og fleiri hafa stungið upp á því til dæmis. Það hefur þið lagðið bara skattur á róbótarna? Já, bara hverja vinnustund á róbót, svipað og hjá fólki Já, en það náttúrulega ýmis vandkvæði sem eru fólkin því út af því að það ekki endilega alltaf þetta séu sýnilegi róbótar, við erum með hugbúnað sem keyrir bak við tjöldin og þetta kannski ýmsi svona tæknilega atriði sem fylgja þessu. Finnar, þeir eru byrjað að prófa að sjá fram með borgaralaun. Þeir völdu 2000 manns að handahófi sem voru tilbúin að fara borgaralaun og eru bara að gera pröfu á því hvort að þetta mynstur hluta einhverja framtíðarlaust, hvernig við bregðumst við. Sko, svo aðrir hlutir reyndar sem við talaðum í varðandi gervigreindina og það kannski, þar eru komin meira út í svona framtíðarsögur en menn hafa talað þetta og Musk til dæmis, hættun á gervigreind, hvernig við, og Stephen Hawking hefur talað þetta líka, að okkur geti beinir stafið hætta af gervigreindin ef hún fer að verða, klárari en mennirnir og fer að öðlast einhvern konar sjálfsvitund. Já, sko,
svona til skemmri tíma litið, þá er ég kannski að tala um einhver áratuga, hefur kannski litlar áhyggjur af þessu. Til lengri tíma litið held ég að það sé alveg klárt að gervigreindin gæti orðið klárari en við mannfólki. Ég meina, við erum þegar búin að leysa það kemur að líka um atgervi, þá vinna vélarnar og við erum alltaf að vinna núna fleiri og fleiri sviðum þegar kemur af svona hugrænu atgervi, þannig að sko þeir verða klárari, en ég held að við þurfum ekki að ágjöra því að svona þessi bíómynda upplifun þar sem þeir eru að taka yfir heiminn og reyna að eyða mannkyninu. Ég held að það sé algjörlega óþarfa að hafa áhyggjur af því. Hins vegar, það sem eins og Stephen Hawking þú nefndir og aðrir, það sem þeir hafa svolítið verið að benda á er að nú er farið að auka sjálfvirkni mjög mikið í stríðsrekstri og það sé meira sjálfvirkni vætt þar, að það er svona lækka þröskuldin hjá þjóðum að fara í stríð. Og þegar við töksum bara hvernig stríð hefur verið rekin, að þá hefur fólk farið með hálfleita hugmyndir út í stríð, þau hafa dreifst á langinn, þá er mikið mannfall heima fyrir, margir eigum sárt að binda, það verður til þrýstingur heima fyrir að stoppa stríðsreksturinn. En nú er þannig ekki sama skapi, út af því að það eru vélar sem eru að kannski, það er ekki mannfall heima fyrir að sama skapi. Og það er það sem er stórhættulegt og meira segja hefur Bandaríki hér svolítið verið að breyta sinni stefnu. Það var alltaf þannig að það var talað um man in the loop, það var alltaf manneskja sem tók ákvörðun hvort það ætti að drepa, en nú er farið að tala um man on the loop, sko. Maðurinn er farin að hægja fyrir ákvörðunartökunni, en að staðinn fyrir að vera hlutafinn þá fylgist hann meira með. Já, þetta er svolítið hræðileg framtíðarsýn. Þetta er það sem er svolítið, og aftur, stóru pólitísku málin, þetta er það sem við þurfum að takast á við. Sko það er svo margt heillandi í þessu og líka ókvæðanlegt og það er kannski þriðja atriði sem ég ætla að nefna við í þessu viðtali. Það er upplýsingaáróðurinn og gervigreindin, hvernig við farið að nota hana í pólitískum áróðri og til þess að ná fólki svona á einstaklingsbasis og nú mikið talað um fyrirtæki sem heitir Cambridge Analytica sem var notað í sem Trump á að hafa notað og sem notar gríðarlegt magla upplýsingum til þess einhvern veginn að sirka út skoðanir fólks og reyfa við því og ræra í því og svona. Já, þetta er mjög góð áminning að þetta er engin framtíðarpæling sem við erum að tala um, þetta er í skýr dag. Og eftir forsetakosningarnar núna í Bandaríkjunum þá hefur aðeins verið að fara yfir þetta og skoða þá tækni sem svona notu við að hafa áhrif á skoðanir fólks. Og það komið bara sérfræðingum á óvart hversu kerfisbundið og stórtækt er verið að gera þetta. Og þetta fyrirtæki sem hann nefndir, hann er tengdur til eitthvað Steve Bannon sem er núna einn aðra ráðgjafi Trump. Og þeir sem sagt fengu 100.000 mann til að taka svona persónulokapróf á netinu og jafnframt höfðu aðganga þeirra hegðun á netinu jafnframt í og þau byggu til líkan sem spáir til persónuleika fólks og það eru komnar svona ýmsar vísindagreinar sem eru að sýna það að jafnvel bara með 100 klikkum á samfélagsmiðlum að þá er hægt að persónugreina þig og tölvan þekkir þig betur heldur en jafnvel þínir nánustu. Og þeir notuðu þetta líkan til að reyna að spá fyrir bæði persónuleika og skoðanir nánast allra Bandaríkjamanna og þeir voru búin að kortleggja Bandaríkin niður í lítil svona 5 mílna radíusvæði og þú verður að vera að keyra á hverjum degi kannski 40-50.000 mismunandi útgáfur af skilaboðum eftir hvað fólk vildi heyra og hvað þú taldi líklegt til að hafa árangur á þetta. Þannig og sama þeir voru líka komið að þennan útgöngu Breta úr Brexit. Þeir voru líka bak við það og nú eru sögursæknir að vera að halda til Frakklands. Þannig verið að nota þetta í pólitískum tilgangi og það er svolítið einkennilegt að fyrir 10 ára síðan vorum við að tala hvað samfélagsmiðlar er að gefa lýðræðinu rödd, hljómgrunn, eins og arabíska vorið, fólk sem bjó í þjóðfélagum, í löndum þar sem er mikið ritskoðun, það var ekki frálsir fjölmiðlar, þeir fengu rödd og þetta hjálpaði lýðræðinu. Nú erum við eiginlega komin áratug síðar bara á hinn pólinn þar sem þetta er verulega ógn lýðræðinu stendur af þessum samfélagsmiðlum. Af samfélagsmiðlum. Hvað getum við gert til að verja þessu? Ég held að þessi náttúrulega yfirleitt er að hafa mjög, það þarf náttúrulega að höfða til svona þessi þýðbærisvitundar hjá þessum stóru fyrirtækjum sem hafa þessi völd og svo þarf að passa líka bara að fólk sé upplýst, það er eiginlega alltaf lykillinn að öllu svona. Hvað til dæmis samfélagsmiðla notkun getur haft í för með sér og
Já, og vera gagnrýnin, sko, þú veist, Já, fólk þarf að vera gagnrýnið á upplýsingar sem það fær. En við erum búin að gefa frá okkur óbúslega mikið af upplýsingum okkur sjálf og eitthvað sagði að var bara viðtal hérna á RÚV í gærhelgi þar sem að tala að tími einkalífsins væri lið. Já. Og fólki, og ungu fólki mörgu hverju alveg sama. Já. En þetta er eitthvað, aftur bara dæmi það hvernig tæknin getur á skömmum tíma breytt bara samfélagsmyndinni. Og það við þurfum að stjórnvöld og aðrir þurfa að bregðast mjög hratt og örugglega við. Og það skiptir miklu máli í þessu sambandi bara að það verða opnar umræður eins og við erum að gera hér, það sem er verið að halda fólki upplýstu hættuna sem fylgja þessu. Það náttúrulega, eins og þú segir upphafið, að við erum svo nettengd, við erum svo tengd að byltingar sem tóku kannski mörg 100 ár í gamla daga, þær gerast á nokkrum áratugum. Sem dæmi má nefna að Tesla, þegar þeir ákváðu að fara yfir í sjálfkeyrandi bíla, að þetta er bara hugbúna uppfærsla sem verður gerð yfir nótt á bílnu hjá þér. Útkomna sjálfkeyrandi bíl. Já, það er svoleiðis. Það var ánægilegt að fá þig hérna. Þarna er Ingvi Björnsson, prófessor í tölvunarfræði. Við ætlum að tala aðeins menntamálin hér á eftir og veitum víst ekki af. Ragnar Þór Pétursson er hingað kominn, hann er kennari, grunnskólakennari og kallmaður í því starfi sem þetta sé frekar fágætt orðið. Geirfugl. Þú skrifar hér mikið ýmis málum, meðal annars skólamál og mjög góðar, kröftugar greinar, djúphugsaðar margar. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Ég ætla nú að nefna við því fyrst, það er þessi skýrsla Ríkisendurskoðunar sem kemur þarna, það sem segir að það sé kennaraskortur í landinu og að við þetta stefni í óefni ef ekki verði eitthvað að gert. Já, Ríkisendurskoðun er þarna endurspeglaður í skýrslu sem var gerð núna nýlega af Helga og Stefáni sem hefur verið dálítið í umræðinni. Ríkisendurskoðun hafi gert aðra skýrslu áður þar sem spáði því að það yrði líklega engin kennaraskortur. Þannig að það gerðist eitthvað óvænt á milli þeirra skýrslu og þessarar og líklega er megin orsökin svo að það var ég held að séu 2 rætur sem eru fyrir þessu vanda sem er uppi núna og kennaraskorturinn ein mynd þessa vanda. Önnur er svo að flutningur skólans frá ríki til sveitarfélaga leiddi það af sér að skólinn var skilnaðarbarn foreldra sem ekki kunna eiga samskipti og hafa rifist það síðan. Og hinn tengist þessu sem þú varst að ræða áðan að menn áttuðu sig á því skömmu fyrir aldamót, það stemdi í mikla samfélagsbyltingu. Það þyrfti að gjörbylta hlutum og þar á meðal menntakerfum og það þyrfti að gera það hratt og þyrfti að gera það vel vegna þess að annars stæðum við uppi miðja þessa öld sem nú er hafin með fólk sem hefði ekki þá hæfni sem þyrfti til að spjara sig í samfélagi sem orðið væri. Hann var farið í róttækar breytingar, gerðar ýmsar nýjar kröfur og átti svona að spila þetta eftir eyranu því menn vissi ekki alveg hvað þið var að fara út í. Meðal þess sem þar kemur inn var lengi kennaranáms í 5 ár. Það klikkaði, það bilaði, svo tilraun mistókst og þetta tvennt hefur núna leitt af sér þessa stöðu að það er ekki bara á löngum tíma krísa í grunnskólamálum á Íslandi. Það er tvírætt að við komist í gegnum næsta vetur stóráfallalaust út af Salek og fleiri þáttum sem þar spila inn í. Sko það er ekki bara það að það er fullt af fólki sem er kennaramenntað. Það er ekki bara það að fólk komi ekki inn í kennaranámið, það klárar ekki kennaranámið sem byrjar kennaranámið. Heldur líka fullt kennarar sem eru menntarkennarar sem eru ekkert að vinna við kennslu. Já, og þetta það sem hefur gerst er það að sveitarfélögin sögðu frá upphafi þau hefðu ekki fengið nægt fé með skólanum. Ríkið hefði síðan farið að gera alls konar auka kröfur sem það hefði ekki haft sett á sjálft sig og þetta skyldi sveitarfélögin fjármagna og þau hefðu bara hreinlega ekki fjármagn. Þannig að það skorti allan tíman fjármagn í málaflokkin. Á sama tíma var ákveðin kjarni kennara sem var með mjög dýr og eftirsóknarverð lífeyrisréttindi, 95 ára reglu, gat hætt snemma að vinna og ýmislegt. Og þessi kjarni olli því í raun og veru að
að það voru engin eðlileg lögmál sem áttu sér stað hagfræðilega varðandi laun og þróun kennara. Og það sem gerist að þessi laun taka dýfu, sveitarfélögin ráða mjög harðsnúið lið sem vinnur í sambandi sveitarfélaga í að díla við kennara og aðra starfsmenn. Skrúa kjörin niður, þannig að þau eru krónískt núna búin að vera töluvert undir meðallaunum í áratugum saman. Stórhópur getur ekki hætt út af lífeyrisréttindunum síðustu 10-15 ár. Hinn hópurinn ókyrst verður reiður og það sverfur til stáls 2004 í stóru og átakamiklu verkfalli sem endar með lagasetningu þar sem að ríkið sker sveitarfélögin úr snörunni og eftir það blæðir út úr kerfinu unga fólkinu, þessu fólki sem ekki var með þessi lífeyrisréttindi, hinir sitja eftir og svo staða sem nú komin upp að það á að bjarga í horn núna til næstu ára með því að láta kennara á 70-aldri kenna meira en þeir hafa gert því þeir hafa ennþá ákveðin lífeyrisréttindi sem ekki voru afnumin að fullu núna áramótin. Það er eftir einhverja slægjast að þeir séu áfram. Já, og staðan verður svo að það mun vanta einhvers staðar á bilinu 1000 til 1500 kennara eftir ekkert svo marga áratíð, 20-30 ár og meðalaldur þeirra verður hálf 60 fólk. En hvað er hægt að gera við þessu? Skólarnir eru að skaðast mikið að þessu, er það ekki? Jú, þeir eru stór skadaðir og þetta fólk er að veikjast og það er faraldur núna í skólum á höfuðborgarsvæðinu þar sem eldri kennarar eru að veikjast undan álagi. Það sem hægt er að gera er að menn þurfa bara að fara aftur til uppnáms og átta sig á því að þessar breytingar sem við ætluðum að gera á menntakerfinu, þær krefjast þess að við löðum til kennslu ákveðið kaliber af fólki, ákveðið magn af hverri nýrri kynslóð inn í skólana, hæft fólk. Og það fólk er bara ekki að fara að sætta sig við þau kjör sem það fær í kennslu og ekki heldur það umtal og þann aðbúnað sem skólarnir búa við. Umtalið er náttúrulega svolítið sérstakt að það sé eitthvað beggja hálfu. Eitthvað lélegt að fást við kennslu og að þetta sé bara kallmenni gerir þetta ekki og þetta er náttúrulega orðið svolítið svona svolítið spillt umræðu um þetta. Þetta er orðið baneitrað umtal að beggja vegu. Það er líka óbúslega sjúkleg umræðu sem á sér stað inn í kennarahópunum, menn hlaupa í vörn, það er að ganga skeyti á milli. Og ég held að hluta til stað við það því að skólinn er sameiginlegt hagsmunamál allra sveitarfélaga á landinu. Þau hafa komið sér saman ákveðið svona olíusamráð, þau eru með ákveðið svona miðstýrt apparat sem að til dæmis hindra þau í að fara í samkeppni starfsfólk og ýmislegt fleira. Og það eina sem að stjórnmálamennir inn í sambandi sveitarfélaga virðast geta komið sér saman er þessi stjórnmálamenning sem er baneitruð á Íslandi og hefur haft þau áhrif að umræðan skólana, til dæmis þegar Halldór Halldórsson sendir pillur sem hann gerir reglulega sem formaður þessa apparats, að við förum niður á þetta plan sem stjórnmálamennir eru og eigum ekki þessa djúpu umræðu sem að þarf að einkenna allt skólastarf. En svo verður svona uppákoma eins og núna í vikunni þar sem einhvern veginn er verið að alþýðusambandið og kennarar eru farnir að togast á og það er þá innan þessa SALEX-samkomulags. SALEX-samkomulagið snýst það að nú ætlum við að fullorðna sem samfélag. Við ætlum að taka stöðuna 2013 og fristana. Þannig að allir fóðu bara sömu launahækkanir í 5 ár meðan við náum böndum yfir efnahagslífinu. 2013 var arfaslakt ár fyrir kennara vegna þess að þá voru þeir í niðursveiflu, komnir töluvert langt undir meðallaun og þeir voru allan tímann að tala fyrir því inn í SALEX-hópnum að þetta er leiðrétt. Þeir fengu þau skilaboð, það væri allt í lagi svo lengi sem það væri greitt án auka kostnaðar. Og þá fór í stað leikrið sem hefur staðið núna í 5 ár sem hefur snúist það að gera mjög flóknar kjarasamninga við kennara sem að virðast á yfirborðinu veita í meiri hækkanir en raunin er og svo áttuðu kennara sig á þessu að það var í raun og veru verið að blekkja þá og plata þá og það leiddi til látana síðasta vetur sem síðan var ákveðið að fresta 1 ár og gerði bara griðasamningur í 1 ár og svo myndi menn vinna úr sínum málum. Og nú er ASÍ að senda þau skilaboð að menn skuli ekki láta sér detta í hug að fara út fyrir ramman á þessu einu ári. Menn skuli ekki semja neitt nýtt. Og það ef þessu, og Halldór Halldórsson kemur fram og segir að sveitarfélögum detti ekki í hug að semja þannig. Og ef því verður fylgt eftir, þá munum flestir kennarar sem að annar borð geta það vegna aðstæðuna sinna, sleppa því að fara til kennslu næsta vetur til að þurfa ekki að taka þátt í einhverju loka orustu kjaramál kennara. Þú meinar að þú spáir þá meiri flótta á greininni? Það er byrjað. Kennarar eru byrjaðir að auglýsa sjálfur á Facebook eftir starfsfélögum til að bæta fyrir fólki sem er að blæða út. Það er að gerast. En þú ert í kennslu áfram, ætlar þú að halda áfram? Ég mun kenna eins lengi og mér mögulega er unnt. Það er löngu komið fram yfir það svið að ég þarf að brjóta reglur velsæmis og láta bjóða mér það sem ég læt bjóða mér upp á. En ég er í þessu af hugsjón, eins og flesti kennarar, ég góður kennari, eins og óbúslega margir kennarar. Ég að vinna mikilvægt og þarft starf
og ég er tilbúin að færa töluvera fórnir til þess, en sveitarfélögin verða að gera það sig í brók og laga ástandið, það ekki að missa mig og þúsundir annarra. Ragnar, takk fyrir að koma í þáttinn. Þetta búið hjá okkur í dag. Takk fyrir að horfa. Fanný Birna verður hérna með ykkur að viku liðinni.